Er það ekki rétt? Er nokkuð vafi í okkar huga að Guð á sér við bók sem við köllum Biblíu, það er samansafn margra bókar og bréfa, og þar að finna allt sem okkur til góða í lífinu. Leiðsögn, leiðrétting, kærleiksboðskapur frá Guði og hvað eina sem við metum svo mikið. En lesa menn Biblíun í dag? Jú, einn og einn svona. Og ég segi það einu sinni enn, ég gera það oft þessa dagana vegna þess að það er ekki lengur en svona 15 ár síðan að það var ekki vandi að fá 100 manns ókunnuga á Biblíunámskeið. Reynið það í dag og auglýsum og borgum stóra pening fyrir. Og ef það koma 10 manns, ég að tala ókunnuga eða fólk sem svona ekki endilega í okkar samfélagi, að það bara erfitt að fá meiri svona 5 eða 10 manns til að koma á námskeið Biblíuna. En þegar ég var með svona aðal námskeiðahaldi fyrir svona 20-30 árum og meira, það var hægt að fá 200 manns á námskeið. Ekki í dag, ekki einu sinni 100, ekki einu sinni 50. En ef að menn læsu þessa bók, þá myndu þeir komast að því að Kristur fer senn að koma aftur. Kristur fer að koma aftur innan skamms. Samkvæmt spádómi Biblíunnar, samkvæmt yfirlýsingum Jesú Krist, hann mun koma aftur og vegna þess hvað að gerast allt í kringum okkur, þá vitum við að Kristur fer senn að koma. Klukkan tifar, náðartíminn senn á enda og þegar Kristur birtist í skýjum himinsins, eins og segir í ritningunni, þá of seint að standa upp og kannast við hann. Náðartíminn á enda, jafnvel áður, skömmu áður en að birtist. En eigum við að skoða hvað Biblíun að segja tíðarandan? Og þá munum við komast að raun að Biblían meira nútíma, eða hún nútímalegri, nútímalegri en nýjasta dagblað eða sjónvarpsfrétt. En ég byrja á því að finna þarna í orðskviðunum, þar sem segir í 29. kafla, 18. vers, þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígum, en sá sem varðveitir lögmálið sæll. Lögmálið víða í Biblíunni, bæði Gamla og Nýja testamenti, heiti yfir reikningarnar. Margir halda þessi bara yfir boðorðin 10. Boðorðin 10 eru lögmál Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis. En lögmálið, ef það lesið, að þá þetta allt orð Guðs okkur til góðs, til leiðréttingar, til blessunar og hvað til að undirbúa okkur fyrir það sem framundan hér í þessum heimi og jafnvel að undirbúa okkur fyrir komu Krists. En ef að menn hafa engar vitrun, þetta þýðir sýn, ef við eiga sér ekki þessa sýn, framtíðarsýn, að þá leiðumst við á glapstígum. Ég held að sér í nýjustu þýðingunni á Biblíunni þá segir ég að fólk ferst, en það þýðir það sama. Svo að það virðist vera að það borgar sig að taka mark á Biblíunni og skoða hana mjög náið. Nú förum við í Nýja testamentið og það postulið sem að undirbúa ungan mann til þess að þjóna á akri Guðs. Og í öðru Tímóteusbréfi 4. kafla í byrjun, þar segir fyrir augliti Guðs og Krists Jesú, sem dæma mun lifandur og dauða, með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Hér Jesús Kristur að skora á þennan unga mann, að standa í fæturnar og boða með djörfung boðskap Guðs til manna. Og hann segir, predika þú orðið, gef þér að því tíma og ótíma, vanda og ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fyrstnum sínum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Þetta lýsing á tímanum í dag.
Þetta tíminn sem við lifum á. Menn vilja aðhyllast það sem kitlar eru, sem forvitnilegt, ævintýralegt, en vitið það vinir, mér finnst ekkert ævintýralegra en að ganga á vegi Guðs og að upplifa leiðsögn hans og blessanir frá degi til dags, með öllu því mótlæti og höfnum sem það kann að hafa í för með sér. Það er ekki alltaf bara blessanir sem við upplifum. Guð gefur okkur blessanirnar, en svo eru önnur öfl í þessum heimi sem að gera okkur lífið leitt oft og eyðandi og hremma börnin okkar og selja þau í eiturlyf eða hvað eina. Þetta er skelfilegur tími sem við lifum á í dag. Þetta er það sem Biblían kallar tími endalokanna. Ef við skoða meira. Í Jakobsbréfinu 5. kafla, þetta gæti bara verið nýjasta frétt í sjónvarpinu. Þar þessi fyrirsögn í Biblíunni til auðmanna. Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar orðin fúin og klæði ykkar orðin möletin, gulliðar og silfur orðin ryðbrunni og riðið á því mun verða ykkur til vitnis og éta hold ykkar eins og eldur þið hafið safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft af verkamönnunum sem slógu löndinar, hrópa og köll hornskurðamannana komin til eyrna drottins hersveitanna. Þið hafið lifað í sannlífi á jörðinni og í óhófi, segir drottinn fyrir munn Páls apostula. Gæti þetta ekki verið nýjasta fréttamiðla í dag? Hvað að gerast allt í kringum okkur? Aðal umræðuefnið eru einhverjir sem eiga eitthvað meira eða að því virðist eiga meira en aðrir, sem ekki allt vel fengið. Og hér drottinn að segja frá því það verður annað hrun, miklu alvarlegra og meira heldur hrunið árið 2008.